Hótel Ísland, góða skemmtun. Gott kvöld. Úrslitakeppnin landslagið 1990 er hafin. Við hefjum hér beina útsendingu frá Hótel Íslandi. Ég heiti Helgi Pétursson, en á bylgjunni er allri keppninni útvarpað í stereó og þar stjórnar Valdís Gunnarsdóttir útsendingu. Þetta er í annað sinn sem keppnin landslagið er haldin og við þykjumst vita að keppnin sé þegar búin að festa sig í sessi í hugum landsmanna og allra þeirra sem fást við að semja dægulega tónlist. Keppnin landslagið svarar einnig greinilega mikilli þörf því rúmlega 340 lög bárust til dómnefndar að þessu sinni. Dómnefndin valdi síðan 10 lög til þess að taka þátt í úrslitakeppninni sem nú er hafin. Við þökkum ykkur öllum af alhug fyrir þáttökuna og þann mikla áhuga sem keppninni hefur verið sýndur. Okkur er ljúft í upphafi að þakka ómetanlegan stuðning og velvild nokkura aðila sem hafa sýnt rækilega í verki að þeir vilja leggja sitt af mörkum til þess að góð dægurlög verði samin í þessu landi á tímum holskeflu erlendra áhrifa í margri mynd. Fyrst ber þar að nefna flugleiðir sem hafa gefið glæsileg verðlaun til keppninnar, 8 farseðla til London fyrir verðlaunahafa í 4 hlutum keppninnar og 2 vikna sumarleyfisferð til Flórida í aðalverðlaun auk 200.000 króna í farareyri í reiðu fé. Glæsileg verðlaun frá flugleiðum sem Kristín Aradóttir er fulltrúi fyrir hér í kvöld. Bókaforlagið Vaka Helgafell veitir verðlaun fyrir besta textan og vill með því leggja áherslu á nauðsyn þess að vel sé hugað að söngtextum dægurlaga sem mörg hver lifa með þjóðinni áratugum saman og hafa því áhrif á málþroska íslenskra barna og unglinga. Glæsileg bókaverðlaun frá Vöku Helgafelli, hér er Páll Kristjánsson fulltrúi fyrirtækisins. Það þarf góð hljómtæki til að njóta góðrar tónlistar og Japís veitir verðlaun fyrir bestu útsetninguna. Technics hljómtæki frá Japís, Hallgrímur Halldórsson er fulltrúi Japís hér í kvöld. Nú, þegar menn leggja í langferðir þarf að búa þá út með nesti og nýja skó og verslunin Vanir menn, villtar meyjar og vandræðabörn leggur til fatnað fyrir þann sem fær titilinn Besti flytjandinn. Rut Þorgeirsdóttir er hér frá versluninni Vanir menn, villtar meyjar og vandræðabörn. Hljóðverið Stöðin hefur séð alla hljóðritun lagana sem völdust til þáttöku í úrslitakeppninni. Þeir gefa upptökutíma í verðlaun fyrir athyglisverðasta lagið og hér er Axel Einarsson fyrir hljóðverið Stöðina. Ég vil svo aftur geta veglegra verðlauna flugleiða, farseðla fyrir 8 til London og 2 vikna sumarleyfisferðar til Flórida fyrir höfund landslagsins með 200.000 króna farareyri. Og þá er komið að hlut Sigurðar Steinþórssonar, gullsmiðs í gulli og silfri á Laugaveginum. Sigurður hannar og gefur verðlaunagripina sem verðlaunahafar fá afhenta hér í kvöld. Þetta er mikil völundarsmíð eins og sjá má hér á sjónvarpsskermi. Sigurður hefur hannað smíðagripina þannig að þetta er margfaldað ell, 60 grömm af silfri með 14 karata gullhrauni sem að Sigurður getur verið að leika sér að láta bræðið gull fara ofan í vatn og þá koma svona gullhraun. Sigurður hefur einnig hannað silfurrós sem er farandgripur sem að hann vill að höfundar
landslagsins láti ganga sín á milli. Þetta 160 grömm af silfri, þetta ekki nein silfurhúðuð rós, heldur smíðuð. Og svo það sjálfsögðu skrautfjöðrin sjálf sem að Sigurður smíðaði fyrst afbrigði af í fyrra. Við ætlum að afhenda hana einstaklingi í kvöld sem að lagt hefur dægulega menningu, mikið og gott lið og þarna fóru perlur, gull og demantar í 300 hlutum af fjöðrinni sjálfri sem að Sigurður hefur smíðað. Verðlaunagripir eftir Sigurð Steinþórsson í gulli og silfri og hann hér, þessi mikli listamaður. Í dómnefnd sitja fulltrúar hinna 7 aðstandenda keppninnar. Dómnefndin kom fyrst saman 8. desember í fyrra og hóf að hlusta á lögin öll og valdi þessi 10 sem keppa í kvöld. Í dómnefndinni eru Björn G. Björnsson, formaður frá Stöð 2, Páll Þorsteinsson frá Bylgjunni, Grétar Örvarsson frá Hótel Íslandi, Jón Sigurðsson frá Félagi tónskálda og textahöfunda, Elísabet Hilmarsdóttir frá Flugleiðum, Þurí B. Birgisdóttir frá Hljóðverinu Stöðinni og Jóhanna G. Linnett frá Félagi íslenskra hljómlistamanna. Hér hjá mér svo nýútkomin plata sem gefin út af Hljóðverinu Stöðinni. Hljómplata þessi hefur að geyma öll lögin 10 sem að flutt verða hér í kvöld. Björgvin Halldórsson hafði umsjón með hljóðritun og Gunnar Smári Helgason sá hljóðblöndun. Og á borðunum fyrir framan gesti hér á Hótel Íslandi afar vönduð leikskrá. Þar eru upplýsingar höfunda og flytjendur og ýmis annar fróðleikur. Það prentsmiðjan Oddi sem prentar og gefur þessa fallegu skrá og við þökkum þeim fyrir kærlega. Þar einnig að finna á borðum hér á Hótel Íslandi atkvæðaseðla sem gestir í salnum fylla út og verður spennandi að sjá hvað þar gerist. En svo áður en lengra haldið þá vil ég bjóða sérstaklega velkomin hingað sérstakann heiðursgest kvöldsins, vísnavininn, textahöfundinn og borgarstjórann Davíð Oddsson. Hann hér. Takk fyrir honum. Og þá okkur ekkert af vanbúnaði. Fyrsta lagið í úrslitakeppninni titilinn Landslagið 1990 verður nú flutt. Það heitir því einfalda og viðeigandi nafni Lag og ljóð og eftir Eirík Hilmisson. Höfundur texta hins vegar faðir hans, Hilmir Jóhannesson. Útsetning eftir Pálma Sigurhjartarson og það Ari Jónsson sem flytur ásamt hljómsveit Geirmundar Valtýssonar. Lag og ljóð. Brotin og bera sig
Við höfum nú heyrt fyrsta lagið í kvöld og ég vil minna á útsendingu Bylgjunnar héðan af Hótel Íslandi þar sem tónlistin útvarpað með góðum stereofónískum hljóm. Umsjónarmaður þeirrar útsendingar héðan Valdís Gunnarsdóttir sem hér mun taka listamenn og gesti í tali og það gott að stilla útvarpstækjum sínum þannig við hlið á sjónvarpi að menn fái notið þeirrar útsendingar á tónunum. En lag nummer 2, það heitir Draumadansinn og lag og textir eftir Birgi Jóhann Birgisson og Sigurð Dagbjartsson. Það eru uppliftingarmenn á 10 ára afmælisári sínu sem standa þessu lagi. Birgir útsetur lagið en Sigurður syngur með hljómsveitinni uppliftingu Draumadansinn. Draumadansinn, en þriðja lagið í kvöld heitir Haltu mér fast og eftir Torfa Ólafsson. Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson samdi textan, en Aðalsteinn á einmitt textan við lag Íslands í söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva. Þórir Úlfarsson útsetur og Bjarni Arason syngur lagið Haltu mér fast. Haltu mér fast, því ég hef ekkert annað í heiminum til þess að vera mér allt. Vinur í raun, ef viltist ég
syngjandi mótni, þú verðir mér hjá. Hafðu mig alltaf í huga þínum, haltu mér fast þar sem draumur þín Vorið komið og vængjum sínum, ég vakna til lífsins og bíð eftir þér. Vertu í svið þessi von sem ég eigi á veglasu hafi í stormi og neyð. Sýndu mér þá hvernig sorgin og gleði að síðustu vísa mér rétta leið. Haltu mér fast þegar hjarta mitt ólmast og hlustaðu vel eftir hvernig það slær. Því það eins og farin straumur sem færist í auka eða kemur nær. Hafðu mig alltaf í huga þínum, haltu mér fast, ég draumurinn þinn. Vorið komið og vængjum sínum, ég verði til lífsins með koss á kinn. Hafðu mig alltaf í huga þínum, haltu mér fast þar sem draumur þín Vorið komið og vængjum sínum, ég verði til lífsins með koss á kinn. Hafðu mig alltaf í huga þínum, ég verði til lífsins og brosi við þér. Lag númer 4 í kvöld. Vettvangurinn gamalkunnur, Rúnturinn í Reykjavík, Skallasjoppan og fleira því líkt. Lagið heitir Má ég þig keyra og Guðmundur Viðar Friðriksson hefur samið lag og texta. Hann syngur lagið líka en Ásgeir Óskarsson útsetur. Má ég þig keyra. Gjörðu svo vel. Ég sá þig nótt, hristi hár mitt og greiddi. Sagði með stæl, hey, komdu sæl, vinan góð. Þú gefst í burt, hroka í svipinn settir. Fórst inn á skalla, hvað ertu að bralla, vinan góð? Má ég þig keyra heim, láttu heyra, setja plötu á og hver veit þá hvað ég má. Þú snerist á hæl, sagðir mér burt að fara, en ég sagði blítt og óskup þýtt, vinan góð. Þú brostir þá, seiðandi svip mér sendir, lagðir varir vanga mér að ég bað. Þú mátt mig keyra og kannski eitthvað meira, settu plötu á og hver veit þá við hvað ég á.
brosti, brosandi út að eyrum. Baðst hann far, hvað varð þitt svar, vinan góð? Má ég þig keyra heim, láttu heyra, setja plötu á og hver veit þá hvað ég má. Má ég þig keyra heim, láttu heyra, setja plötu á og hver veit þá hvað ég má. Má ég þig keyra heim, láttu heyra, setja plötu á og hver veit þá hvað ég má. Hver veit þá hvað ég má og hver veit þá hvað ég má. Heyrt fjórða lagið, en Hilmar Hlíðberg Gunnarsson höfundur 5. lagsins og hann hefur einnig samið textann. Karl Olgeirsson útsetti og eins og oftar í þessari keppni þá hér nýtt andlit, eða svo til nýtt andlit sem að gaman að kynna og fá fram nýja listamenn. Hér Sigrún Eva Ármannsdóttir komin til að flytja okkur lagið Ég féll í stafi. Ég féll í stafi þegar ég fékk hann, með augum liti í fyrsta sinn. Stæltur og sterkur, eftir því stór, alsæl í vímu með honum fór. Ég var bálskotinn á einu augabragði, mitt hjarta varðist allt of dýrt og mánin ljósið lagði á leiðin okkar heim.
Lögin sem við heyrum hér í kvöld eru 10 og núna höfum við heyrt 5 þeirra. Við skulum gera örstutt hlé og fáum auglýsingar. Luxemborg. Góður byrjunarreitur þegar þú heldur í Evrópuferð. Það gott að koma til Luxemborgar. Þar friðsælt, góðir veitingastaðir og þar opnast þér leiðir til allra átta á meginlandinu. Með því að velja skemmtilegasta ferðamátan, flug og bíl, nýtur frelsis og þæginda og mótar ferðalagið algerlega að eigin vild. Luxemborg lykillinn að þægilegu fríi. Flugleiðir, þegar ferðalögin liggja í loftinu. Sí. Diga. Bueno. Goedemiddag met Eimskip. Eimskip starfar í kröftugri samkeppni víða lönd. Starfsmenn Eimskips gæta hagsmuna viðskiptavina sinna gegnum skrifstofur fyrirtækisins erlendis. Snör handtök, öruggar áætlanir, nútímaleg skip og áratuga reynsla hafa áunnið fyrirtækinu traust viðskiptavina sinna. Þeir þekkja öryggið og hagræðið sem fylgir því að hafa sendinguna á sömu hendi alla leið. Óskir þínar vísa okkur veginn og uppskeran eftir því. Eimskip, við greiðum þér leið. Daihatsu Applause. Glæsilegur framhjóladrifinn fjölskyldubíll frá Daihatsu. Frábær hönnun þar sem sameinaðir eru kostir 4 dyra fjölskyldubíls og 5 dyra skuddbíls. Applause. Fjölskyldubíll sem tekið eftir. Brimborg, Faxafinni 8. Sko, sjáðu til. Ef þessi köttur þyrfti á mikilvægan fund, vildi versla í leiðinni, fara í óperu og leikhús og teygja vel úr sér á góðu hóteli, þá flegi hann auðvitað með okkur til Hamborgar. Arnarflug. Fyrsta flokks efni og vönduð vinna. Varmi. Öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur á lífsleiðinni endurspeglast sú staðreynd að engir 2 einstaklingar eru eins. Þjónusta Íslandsbanka miðast við að sinna þörfum hvers og eins. Íslandsbanki. Í takt við nýja tíma. Íslenskur söguatlas. Aldrei fyrr hefur ljósi verið brugðið á íslenska sögu á jafn lifandi og litríkan hátt. Framsetningin myndræn og skýr með fræðilegan metnað að leiðarljósi. Íslenskur söguatlas stórfróðlegt uppletterinn sem höfðar til nútímans og styrkir tengslin við fortíðina sem við byggjum allt okkar á. Með íslenskum söguatlasi verður saga þjóðarinnar saga þín. Almenna bókafélagið. Grohe Europlus, einstök blöndunartækjalína með fjölþætta notkunarmöguleika. Grohe Europlus á undan sinni samtíð. Við höfum reynslu í sölu blöndunartækja. Leitaðu ráða hjá okkur. Parma, Hafnarfirði. Fyrsta skiptið. Þetta gekk erfilega, við vorum ekkert feimin, ég var stolt yfir því að vera hrein mey. Titrarar, ógvaldur eða hjálpartæki. Myndasagan í bleik og bláu mun svara spurningum eins og mamma, pabbi, hvernig var ég til? 10 atriði í kynlífi sem konur vilja helst ræða við gagnstæða kynið.
Bleikt og blátt, tímaritt kynlíf fyrir fólk á öllum aldri. Já, við erum komin aftur með 5 lög til viðbótar í úrslitakeppninu landslagið 1990. 7. lagið heitir Óþörf orð. Það eftir Þórð Guðmundsson og Hafþór Guðmundsson. Hljómsveitin Sprakk hefur útsett, en textinn eftir Hauk Hauksson sem hér syngur lagið ásamt hljómsveitinni Sprakk. Óþörf orð. Sjötta lagið Óþörf orð, en tíminn líður hratt. Vangaveltur heitir 7. lagið í kvöld. Lagið eftir Friðrik Karlsson, en textinn eftir hann og Ingólf Steinsson saman. Friðrik hefur útsett lagið sjálfur og það Ellen Kristjánsdóttir sem syngur lagið Vangaveltur. Vaknaði upp
Karen Kristjánsdóttir með lag eftir Friðrik Karlsson, Hvert liggur mín leið. Við höfum nú heyrt og séð, eins og kallað er, 7 lög eftir þekkta og óþekkta höfunda hér í kvöld og séð nokkra nýja flytjendur í kvöld einmitt. Það einkenni á keppninni landslagið. Lögin eru íslensk og samin fyrir íslenska áheyrendur, með íslenska áheyrendur í huga og því getum við trúlega verið sammála að við höfum heyrt hér í kvöld fram að þessu mjög fjölbreytta tónlist. Það kemur líka heim og saman við störf dómnefndar, þar sem eins og ég sagði áðan 340 lög voru send inn til dómnefndarinnar til úrvinnslu og þar settust menn við í desember og fóru að vinna úr öllum þessum stafla af hljóðsnældum sem höfðu borist. Það voru bara 10 lög valin og 330 höfundar þess vegna fá sendar spólur innan tíðar þar sem að lögin þeirra eru endursend. En það ekki með neinum illvilja að það gert, heldur að þarna fór valið fram og við segjum einmitt við þessa 330 höfunda, þið skulu ekki láta hugfallast því að við viljum endilega að þið takið þátt í landslaginu að ári og hlustið á þær tónsmíðar sem þið senduð inn, það sem að síðan gerist hér í kvöld og þá kann vel að vera að menn fái nýjar hugmyndir og geti kannski náð ívið lengra heldur en þeir gerðu með þátttöku sinni á þessu ári. Landslagið heldur áfram, ár eftir ár vonandi og okkur sýnist eins og að minnst kosti viðtökurnar hingað til sanni að það sé veruleg þörf fyrir þessa söngkeppni okkar sem við höldum hér á Stöð 2 með samvinnu margra annara ágætra aðila. En 8. lagið eftir Ívar Halldórsson. Hann samdi textann með föður sínum Halldóri Lárussyni. Magnús Kjartansson hefur útsett lagið og Ívar hefur fengið Helgu Möller til liðs við sig til flutnings lagsins. Lagið heitir afar sérkennilegu nafni, það heitir Glugga ást. Gjörðu þið svo vel. Samt að þú stúlkan sem að ég vil fá. Aðeins sama hvað ég geri, út úr þessu engan bygginn. Heiman reynast á þessu gleði, glugga herra mín. Framtíð gætum byggt okkur bjarta, bíðum ekki.
Lagið heitir Glugga ást og var 8. lagið í röðinni. Við erum þar með komin að 9. laginu í úrslitakeppninum landslagið 1990. 9. lagið býður. Það heitir Álfheiður Björk og er eftir Eyjólf Kristjánsson. Hann hefur einnig samið textann auk þess að útsetja lagið en Björn Jóðer Friðbjörnsson syngur lagið Álfheiður Björk með Eyjólf. Til svo vel. Álfheiður Björk, ég elska þig. Hvað sem þú kannt að segja við því, ég veit annars veit ást þína fær. Hvað get ég gert, hvað get ég sagt? Álfheiður Björk, við erum eitt. Ást okkar granda, aldrei fær neitt. Ég veit annars veit, hjarta mitt þráir. Hvað get ég gert, hvað get ég sagt? Ég elska þig, líf mitt einskis, virði án þig. Segðu að þú sért mín alla tíð. Álfheiður Björk, ég eftir þér bíð. Ágætu gestir, við skulum núna hlýða á 10. og síðasta lagið í úrslitakeppninni landslagið 1990. Það heitir Kinn við kinn og er eftir Nick Cathart Jones sem einnig hefur útsett lagið. Hann búsettur hér, ágæti maður. Jóhannes Eiðsson heitir höfundur textans og hann syngur einnig 10. og síðasta lag kvöldsins, Kinn við kinn. Töluð orð
svo innantóm lítill koss og varnir munu falla hver snerting smá hvert augnaráð einlægt bros og þú átt hug minn allan í fyrstnum hugans getum að gerst engin ráð duga við vitum það nú hvað reynist best kinn við kinn hvíslum ástarorð í eyru hjartans mál við tölum þú og ég eitt augnablik við lofum ekki meiru kinn við kinn aðeins þú og ég í leit af ást ég leit af þér sú tilfinning ég þrái hana heitast hvert andartak í örmum þér sem eilífð er nú veit ég hvers ég leita hjarta lamaða vóta mig firringur fer undan á flótta sakleysið nú glata það er kinn við kinn hvíslum ástarorð í eyru hjartans mál við tölum þú og ég eitt augnablik við lofum ekki meiru kinn við kinn aðeins þú og ég snerting þín hlý svo unaðsleg vaknar á ný draumur þig ég bið allt mér örlítið lengur kinn við kinn hvíslum ástarorð í eyru hjartans mál við tölum þú og ég eitt augnablik við lofum ekki meiru kinn við kinn aðeins þú og ég kinn við kinn hvíslum ástarorð í eyru hjartans mál við tölum þú og ég eitt augnablik við lofum ekki meiru kinn við kinn aðeins þú og ég Góðir gestir, við erum búin að heyra öll lögin 10 og það er ástæða til þess að þakka öllu listafólkinu sem flutt höfur okkur þessi skemmtilegu lög, sérstaklega. En þá er komið að talningu atkvæða svo dómnefnd geti úrskurðað hver sé besti textinn í keppninni landslagið í ár, hver sé besta útsetningin, besti flytjandinn, athyglisverðasta lagið og besta lagið. Dómnefndin dregur sig nú í hlé og ég vil biðja ykkur gestir hér á Hótel Íslandi að afhenda þjónustufólki atkvæðaseðla ykkar. Áskrifendur stöðvar 2 hafa sent inn atkvæðaseðla sína og hlustendur Bylgjunnar hafa sagt sitt álit. Atkvæði þeirra vega samtals 50 af 100, atkvæði gesta hér
10 af 100 en dómnefndin hefur mikil áhrif. Atkvæði hennar vega 40 af 100. Lögin sem völdust til þátttöku í keppninni í fyrra hafa lifað mjög góðu lífi með þjóðinni og mikið verið leikinn opinberlega. Sá sem hafnaði í öðru sæti í fyrra heitir Rúnar Þór Pétursson. Við bjóðum hann sérstaklega velkominn ásamt hljómsveit sinni. Þau ætla að flytja lagið Svefnálfar svíkja. Ég á lítið barn, líta bíður mín. Í blokkinni háum, heimtar mynd sín. Svefnálfar svíkja, stúlku ljúfum hugarró. Sveipaður skýjum, stjörnur fæðast og deyja. Hvað hafa dularfullir draumar næsta degi að segja? Glóir lítið ljós, lengt við að rúm. Saklaus augu kíkja, kíki nætur hún. Svefnálfar svíkja, stúlku ljúfum hugarró. Tungli sveipaður skýjum, stjörnur fæðast og deyja. Hvað hafa dularfullir draumar næsta degi að segja? Svefnálfar svíkja, stúlku ljúfum hugarró. Tungli sveipaður skýjum, stjörnur fæðast og deyja. Hvað hafa dularfullir draumar næsta degi að segja? Tungli sveipaður skýjum, stjörnur fæðast og deyja. Hvað hafa dularfullir draumar næsta degi að segja? Rúnar Þór Pétursson og hans hljómsveit. Það megin tilgangur keppninnar landslagið að efla íslenska dægurlagagerð og vanda til hennar, enda eru góð dægurlög vörn við firnamiklum erlendum áhrifum sem yfir okkur dembast á þessu sviði sem öðrum. Sigurlagið í fyrra, Við eigum samleið, eftir Jóhann G. Jóhannsson og flutt af hljómsveitinni Stjórnin. Sigríður Beinteinsdóttir og Grétar Örvarsson hafa svo sannarlega fengið byr undir báða vængi eftir sigurinn í fyrra. Þau eru fulltrúar Íslands í söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva og eins og allir vita, en úrslitastundin í fyrra var mjög spennandi. Landslagið 1989 heitir Við eigum samleið! Jóhann G. Jóhannsson og það Sigríður Beinteinsdóttir og Grétar Örvarsson með Stjórninni. Lagið heitir Við eigum samleið. Jóhann G. Jóhannsson. Og verðlaunin, Helgi.
Verðlaunin, Jóhann G. Jóhannsson. Verðlaunin eru svo sannarlega ekki af verri endanum. Býttu vektu alveg rólega. Snúum okkur að komu nýju flugvélana. Höfum í huga að þetta er stærsta fjárfesting sem íslenskt fyrirtæki hefur ráðist í. Með nýju Boeing-þotunum skipum við okkur ekki aðeins í fremstu röð. Við fáum líka ný og þægileg sæti, að vera rými fyrir fæturna. Við komum farþegum okkar skemmtilega óvart með nýju matseli, stærri matarbökkum. Í stuttu máli
þægindi frá því að vélinn fer í loftið. María Galland, segmögnuð fegurð. Just one look, that's all it took, yeah, just one look. That's all it took, yeah, just one look. And I felt so Toyota, tákn gæði. Ef þessi hani vildi nú lyfta sér upp, vera á stjái í verslunum, halla undir flatt á tónleikum og hreiðra sig á fyrsta flokks hóteli, þá flýgi hann auðvitað með okkur til Amsterdam, Arnarflug. Fyrsta flokks efni og vönduð vinna. Varmi. On a crystal day, you can touch the sky, you slip away to a world inside. Sun on the snow, so strong and bright. I'd like a taste that's pure and light. Naturally clear, my choice is Sprite. Sprite. My choice is clear, my choice is Sprite. My choice is clear. Sprite fannst nú á sérstöku tilboðsverði. Þú gerir ekki betri kaup. Það á tæru. Renault 19 Chamat, styrkur og glæsileiki. Ert þú á leið til Evrópu? Við flytjum þig og fjölskylduna yfir hafið. Þú tekur bílinn með og ert þinn eigin fararstjóri. Austar HF Seyðisfirði, Norræna ferðaskrifstofan, Reykjavík. Þeir sem eru á stöðugu ferðalagi heiminn og þar að auki í sviðsljósinu hvar sem þeir koma þurfa á allri sinni orku að halda til að standast álagið. Þá reynir á að fólk sé í góðu andlegu jafnvægi, bjartsýnt og streitulaust. Þá er gott að geta treyst á mjólkina. Hún hefur góð áhrif á taugarnar, eykur þrek og bjartsýni og viðheldur fegurð húðarinnar, augnanna og hársins og framkallar sólskinsbros í erli dagsins. Mjólk er góð. Sama, sagði ég, og þóttist okkur góður, en var samt ekki vel alla tegundir af róður. Kólumbíu, Santos eða Ameríkulanda, Ríó eða Koppulaust, það setti mig í vanda. Og ég sem hélt að Bragi væri bara Bragi. En við konna hverri tegund verð ég öruggleg í lagi. 5 tegundir af hressandi bragakaffi. Prófaðu þær allar, eina í einu. Gott kvöld aftur, ágætu gestir, við erum komin hingað í fyrra var það okkur mikill heiður að fá að afhenda Sigfúsi Halldórssyni tónskáldi skrautfjöðrina fyrir hans ómetanlega framlag til íslenskrar dægurlagamenningar.
Í kvöld ætlum við svo að heiðra annan einstakling sem ekki hefur síður haldið í heiðri íslenska dægulega tónlist og elt hana til muna. Ég fékk að læra skemmtilegt lag, fallegt lag sem heitir Vorið kom sem tengist þessum listamanni og af því að það svona á að koma í ljós hver þessi ágæti maður þá mátti ég til með að fá Jón Ólafsson og hans ensemble úr þáttunum Það kemur í ljós til þess að vera hér með okkur í kvöld og að syngja lítið lag sem heitir Vorið kom. Jón Ólafsson. Já, við byrja bara. Byrjum á þessu. Kom á vængjum ljósum, vegum stráði hvítum rósum, þýddi brjósins tunga trega, frár mér aftur gaf. Vakti gleði fræ sem falið, feigðar skugga var og kalið svaf. Og það söng í sef og runna, söng hvað þá sem við jöttum unna, barnsins augu bóndans varir, blessa slíkan gest. Að þau líta aftur vaknar, þau höfðu þrá og saknað mest. Þá tók fljótsins foss að gruna, fangar stallsins lausnað gruna, róður moldin undan ísum, ilmið drungin var. Skýin sigldu seglum þöndum, silfur bárur upp að ströndum var. Sveinar komið sláið mig hring, meðan ég mitt kveðju kvæði Katarínu litlu sín. Látið ljóm og grát af gleði, gítara og mandolín. Katarína, Katarína, Katarína stúlkan mín. Í fríski kofa á kletta inni, Katarína litla býr. Sírenur á sundi bláu, syngjum okkur ævintýr. Á vígðaskál í skuggum trjána, skeymt hún mér sitt kaprívín. Katarína, Katarína, Katarína stúlkan mín. Með krónu úr kapríblómum krýnd hún mig hinn fyrsta dag. Af hæsta tindi hamingjunar horfðum við sólarlag. Taranínum þennan tella og tegðum lífsins guða vín. Katarína, Katarína, Katarína stúlkan mín. En nú verð ég að kveðja Kaprí og Katarínu litli í dag. Horfa mun ég út til eyjar, einnum næsta sólarlag. Grátið með mér gullnir strengir, gítarar og mandolín. Katarína, Katarína, Katarína stúlkan mín.
sem hlýtur skrautfjöðrina í ár. Við eigum hlutdeild í honum öll og hann á vísan stað í hjörtum okkar allra. Við bjóðum velkominn Hauk Martens. Haukur! Haukur, gjörðu svo vel. Sólin má deyja í senn og lítil börn sem aldrei verða Haukur Mortens, okkar maður. Takk fyrir indælir gestir, bæði hér í Hótel Ísland og heima við sjónvarpið. Ég vildi þakka Stöð 2 fyrir að veita mér þann heiður að taka við skrautfjöðrinni. Það er virkilega mikill heiður. Maður er búinn að standa svo lengi í þessu, maður segir alltaf, það er ekkert sjálfsagt, en ég þakka mjög vel og ég er þakkláttur ykkur öllum. Án ykkar gæti ég ekki verið hér. En takk fyrir. Takk. Og mig langar í þessu tilfelli að syngja lag sem hann Haukur gerði við texta eftir Vilhjálm frá Skáholti og lagið heitir Ó borg mín borg og því skildi ekki syngja borgin okkar. Gjörðu svo vel. Ó borg mín borg, ég lofa ljós þín stræti, þín lágu hús og allt sem svo tárið oft minn vanga bæti, von mín einatt bundin þér. Og hversu sög að aðrir í þig narta, þig eðla borg sem svo blíð sem barnsins unga hjarta, brjóst mitt fullt af minningum þig.
Ert á höftunum eftir fermingargjöf? Við bjóðum útvarpsvekjaraklukkur, margs konar ferðartæki. Nordmende hágæða kvikmyndatökuvélar. Mikið úrval góðra sjónvarpstækja. Macintosh tölvurnar frábæru sem þjóna þér. Goldstar ferðartæki með geislaspilara. Nordmende hljómtækjasamstæðu með 3 ljósráka geislaspilara, fjarstýringu, útvarpi 75 watta magnara og mörgu öðru. Einnig móttökubúnað fyrir gervihnattasjónvarp. Þú fær fermingargjöfina hjá okkur, Radiobúðin. Daihatsu Ferosa, enn ein byltingin á bílamarkaðnum frá Daihatsu. Daihatsu Ferosa, alvöru jeppi á fólksbílaverði með fólksbíla bensíneyðslu. Daihatsu Ferosa, jeppinn fyrir hinn almenna borgara til allra almennra nota. Bensíneyðsla, 7,7 lítrar utanbæjar, 11 lítrar innanbæjar. Daihatsu Ferosa fullkominn jeppi með vökvastýri og fjölmörgum nýjungum. Með Daihatsu Ferosa liðinn sá tími að jeppar séu of dýrir. Og of dýrir í rekstri fyrir hinn almenna borgara. Daihatsu Ferosa, framtíðarjeppi fjölskyldunar. Brimborg HF, Skeifunni 15. Sumum finnst kók gott og, öðrum líkar við Pepsi. En mörgum finnst töluvert á sig leggjandi til að komast yfir dós af RC-kóla. RC-kóla, gott gos á góðu verði. Þetta gengur ekki lengur. Nú færðu þér alvöru farsíma. Móbíra Tókmann alvöru farsími. Spurðu bara á 3.000 ánægða Móbíra farsímaeigendur á Íslandi. Að auki Móbíra Tókmann eini farsíminn með ókeypis kaskotryggingu gegn skemmdum og þjófnaði í 3 ár. Hátækni HF með alvöru farsíma. Axlar þú einn ábyrgð á lífi og heilsu annarra. Aftanáttkistur valda af ári hverju, ómældu líkamstjóni og fjárhagstjónið ótrúlegt. Hættum aftanáttkeyslum. Akið aldrei of þétt. Það hlýtur að vera þess virði. Hvað kostar kassinn með gulakalli? Hann kostar 80 krónur. Þetta hlaup. Æðislega gott. Getur við fengið að happa þér hann? Já, já. En ætlar að fá eitthvað fleira? Bíddu. Hvað getur við fengið fyrir 500? 500.000? Mamma þín með þér? Fyrsta skiptið. Þetta gekk erfilega, við vorum ekkert feimin, ég var stolt yfir því að vera hrein mey. Titrarar, ógvaldur eða hjálpartæki. Myndasagan í bleik og bláu mun svara spurningum eins og mamma, pabbi, hvernig var ég til? 10 atriði í kynlífi sem konur vilja helst ræða við gagnstæða kynið. Bleikt og blátt, tímaritt kynlíf fyrir fólk á öllum aldri. Tveir menn keyptu nýlega einmenningstölvur. Þeir vissu ekki þá að sænsk könnun á meðal tækni og verkfræðinga leiddi í ljós að afköstin hjá mönnum sem notuðu Macintosh-tölvu jukust 3 meira en afköstin hjá hinum sem notuðu einmenningstölvu frá helsta samkeppnisaðilanum.
Það getur ekki verið röng ákvörðun að kaupa tölvu, heldur aðeins mismunandi rétt. Gestgjafinn kominn út. Heilsusamlegur hádegisverður hjá Birnu Smith. Hollar pítsur, girnilegar ostakökur. Pastaréttir, glæsileg brúðarterta. Brynjar Eymundsson, matreiðslumeistari, útbýr rétti á kaldaborðið. Mexíkanskur matur og margt fleira. Gestgjafinn, girnileg tímarit. Fróði HF. Flórída. Ævintýraland þar sem öll fjölskyldan leikur sér í sólskini og frábæru veðri. Frá morgni til kvölds stanslaust fjör í sundi, sólbaði og íþróttum, já öllu sem ykkur dettur í hug. Og undraheimarnir Disneyland og allir hinir eru toppurinn. Fyllið dagana af sól og gamni. Fríið verður ógleymanlegt á Flórída. Flugleiðin, þegar ferðalögin liggja í loftinu. Við erum þá komin að verðlaunaafhendingunni sjálfri á þessu kvöldi hér á Hótel Íslandi þar sem keppt til loka úrslita á landslæginu 1990. Langar að taka það fram sérstaklega að mikið velt þessu fyrir okkur þau sem stöndum að þessu að eru bara veitt verðlaun fyrir 5 þætti í þessari keppni. En okkur finnst að öll lögin sem hér hafa keppt í kvöld, flytjendurnir, höfundar, textahöfundar og útsetjarar ættu svo sannarlega skilið verðlaun en miður einhvers staðar verðum við að draga línur en öll lögin eru svo sannarlega skemmtileg og verðlauna virði. En texti við íslenskt dægurlag skiptir miklu máli. Hann lærist og verður oft á tíðum fyrstu kynni barnanna af ljóðagerð og því afar mikilvægt að ekki sé kastað til höndunum við textagerð. Til þess að tilkynna og afhenda verðlaun fyrir besta textan vil ég biðja Pál Kristjánsson frá Vöku Helgafelli að koma hingað. Með honum Gunnhildur B. Mekkinósson, flugfreyja frá Flugleiðum. Mér mikil ánægja að tilnefna hér besta textan sem þið völduð reyndar. Það fara aðeins nær. Besti textinn í landslæginu Haltu mér fast eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson. Haltu mér fast eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson. Aðalstein Ásberg hlýtur að vera á hlaupum hér. Aðalsteinn hefur gert orðið merkan feril á þessu sviði því að hann á líka textan við lag Íslands í söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva og á leiðinni hingað hlaupandi. Hér kemur Aðalsteinn, við skulum fagna honum. Vaka Helgafell. Til hamingju. Mér ánægja að afhenda þér hér umslag sem inniheldur bréf sem þú getur framvísað hjá okkur og þú fær bækur að verðmæti 50.000 krónur. Vaka Helgafell veitir Aðalsteini vegleg bókaverðlaun að verðmæti 50.000 krónur. Og þarna komu farsseðlar fyrir 2 til London frá Flugleiðum. Skulum fagna Aðalsteini og þakka honum kærlega fyrir hans framlag hér í kvöld. Takk fyrir. Og síðan kemur verðlaunagripurinn, besti textinn af landslægi 1990, blóm frá Blómavali og þá allt fullkomnað og Aðalsteinn tilbúinn að ball.
Það gott að semja gott lag aðeins einn liður í því að gera gott dægurlag. Það þarf einnig að finna því frumlegan og viðeigandi búning og þar kemur útsetning til sögunar. Til þess að kynna bestu útsetninguna og afhenda verðlaun fyrir hana vil ég biðja Hallgrím Halldórsson frá Japís að koma hér. Með honum Kristín B. Gunnarsdóttir, flugfreyja frá flugleiðum. Skulum fagna þeim fyrir. Og verðlaunin fyrir bestu útsetninguna í landslaginu 90 Vangaveltur eftir Friðrik Karlsson. Besta útsetningin. Besta útsetningin Vangaveltur eftir Friðrik Karlsson og Friðrik kemur hér hlaupandi til þess að taka á móti gjafabréfi frá Japís fyrir Technics hljómgræjur, hljómsamstæðu heitir það. Hér kemur Friðrik Karlsson, við skulum fagna honum. Og bara afhenda honum bréf sem að gjafabréf upp á hljómtækjasamstæðu frá Japís, Technics og síðan fær hann einnig far fyrir 2 til London þar sem hann getur spókað sig og hlustað á góðar útsetningar án efa og þar að auki verðlaunagripinn góða hannaðan af Sigurði Steinþórsinni í gull og silfri og hér sjáum við Friðrik Karlsson nýbakaðan sigurvegara í keppninni bestu útsetninguna með blóm og allt og við skulum klappa fyrir. Flutningur á dægurlagi skiptir miklu máli og álag á flytjendum oft mikið í keppnum af þessu tagi. Það því við hæfi að verðlauna sérstaklega besta flytjandan og til þess hingað komin Rut Þorgeirsdóttir frá versluninni Vanir menn, villtar meyjar og vandræðabörn og með henni Reynir Einarsson, flugþjónn frá flugleiðum. Rut ætlar að segja okkur hver hafi verið valinn besti flytjandinn í keppninni landslagið 1990. Besti flytjandinn Sigrún Eva Ármannsdóttir. Sigrún Eva Ármannsdóttir. Niðurskálar. Sigrún Eva Ármannsdóttir má ég segja til þess að gera nýtt andlit í íslenskri dægurlagatónlist. Þannig kemur hún labbandi alla leið frá Ólafsfirði, gegnum göngin og allt það. Sigrún Eva. Sigrún Eva fær fataúttekt hjá versluninni Vanir menn, villtar meyjar og vandræðabörn og flug fyrir 2 til London og síðan skartgripinn mikla hálsinn, besti flytjandinn í keppninni landslagið 1990 og hér kemur hún. Eins og ég gat áðan lögin í keppninni ólík og ekki samin með neina ákveðna uppskrift í huga. Menn að semja sitt lag og freista gæfunar og því viljum við verðlauna athyglisverðasta lagið.
Til þess að gera það hingað kominn Axel Einarsson frá hljóðverinu Stöðin og með honum Anna Margrét Jónsdóttir flugfreyja frá Flugleiðum. Axel ætlar að rífa upp umslagið og tilkynna þetta eða hvað? Athyglisverðasta lagið í samkeppninni landslagið. Já, athyglisverðasta lagið. Kinn við kinn. Það heitir Kinn við kinn eftir Nick Cathcart Jones. Athyglisverðasta lagið heitir Kinn við kinn eftir Nick Cathcart Jones sem hér búsettur og kemur hér labbandi til þess að taka við viðurkenningu fyrir athyglisverðasta lagið í landslaginu 1990. Og Nick fær að launum fjölda upptökutíma í hljóðverinu Stöðinni og ferð fyrir 2 til Lundúna sem hann kannast nú að vísu við. Og hér kemur skartgripurinn hálsinn, Nick Cathcart Jones, til hamingju. Og þá komið að sæmdarheitinu landslagið 1990. Margra mánaða vinna og spennan nú hámarki og vinningshafar eiga möguleika á frekari afrekum eins og dæmin sanna. Ég vil biðja formann dómnefndar, Björn G. Björnsson, framkvæmdastjóra dagskrárgerðarsviðs Stöðvar 2, að koma hingað til þess að tilkynna niðurstöðu af störfum dómnefndar, Kristínu Aradóttur frá Flugleiðum og Axel Einarsson frá hljóðverinu Stöðinni sem við metum við að hann upphafsmaður að keppninni landslagið. Hér eru þau öll 3 komin. Það var það. Stóra stundin að renna upp. Úrslitin eru ljós. Landslagið 1990 hefur verið valið. Landslagið 1990 Hvernig fannst þér veðrið í dag? Þetta var gott. Kaldara lagi. Álfheiður Björk. Landslagið 1990 heitir Álfheiður Björk og eftir Eyjólf Kristjánsson sem einhvers staðar að gráta úr sér augun. Hann kemur hér, Eyjólfur Kristjánsson, höfundur texta og lags, Álfheiður Björk. Að launum fær hann fyrsta lagi sumarleyfisferð til Flórída í 2 vikur og 200.000 krónur í reiðufé í farareyri, heilmikinn upptökutíma í hljóðverinu Stöðinni og síðan vill Stöð 2 gera myndband með honum og fleira því sem að hann vildi gera í náinni framtíð. Björn. Við óskum Eyjólfi til hamingju með Álfheiði Björk og ég vil afhenda honum þessa frábæru, forkunarfögru silfurrós frá honum Sigurði í gulli og silfri
Ég ætla að biðja Eyjólf að varðveita rósina vel, láta hana blómstra og koma með hana hingað að ári og afhenda hana þeim sem þá sigrar. Gjörðu svo vel. Þarf að fá að spjalla við Eyjólf stutta stund. Afsakið ungu menn, það glemdist lítilræði verðlaunagripurinn sjálfur. Já. Mjög gott. Álfheiður Björk, þekkirðu þessa konu? Er þetta sannsöguleg? Við skulum bara svara þessu játandi en við gefum ekkert meiri upp það. Ljúst. Já, ég var að velta fyrir mér í sambandi við þetta lag, mörg lög sem að þarna í raun og veru komin til greina, en af hverju fékkstu Björn Jóðer til þess að syngja með þér? Hann er nú sérstakann söngstíl og þið eruð tiltölulega ólíkir söngvarar. Já, ég heyrði í Birni fyrst þegar hann söng með hljómsveitinni sinni, Nýdönsk. Og ég hreifst mikið á honum fyrir söng. Hann er nú bassaleikari í hljómsveitinni en ekki söngvari, en ég hreifst mjög á honum fyrir sönginn og þegar ég ákvað að senda Álfheiði í landslagið þá hringdi ég í hann. Ég þekkti hann ekki mikið og spurði hann hvort hann væri til í þetta. Og hann svaraði því til að hann væri til í að gera þetta þó þetta væri honum frekar á móti skapi ef að ég myndi látið klippa mér hárið. Hann hefur ekki þótt þú nægilega snirtilegur eða hvað? Já, honum fannst ég eitthvað svolítið suppulegur þannig að ég var að fara til rakara og láta skera mér hárið og ég sé bara ekkert eftir, ég held ekki. 2 vikna sumarleyfisferð til Flórída, það kemur sér vel, er það ekki eftir amstrið? Jú, ég var að koma frá Austurríki á skíðum. Mikið amstur þar. Hvað tekur við? Bara þetta venjulega, músíkinn og aftur músík. Ég er búinn að lifa og hrærast í músík undanfarið 9 ár og ég held að ég haldi því bara áfram meðan ég hef krafta til þess. Hvað myndirðu kalla þennan áfanga? Stórkostlegan. Æðislega gaman, þetta er náttúrulega alveg frábært. Ég er búinn að taka þátt í söngvakeppnum frá því að það er byrjuðu og hef alltaf verið að narta í hælana á fyrsta sætinu en loksins þá tókst mér að fara fram úr á síðustu metrónum. Eigum við ekki að fagna Eyjólfi Kristjánsinni sérstaklega. Njóttu vel, kæri vinir. Og við skulum heyra landslagið 1990, Álfheiður Björk. Þeir flytja það saman Eyjólfur Kristjánsson og Björn Jóðer Friðbjörnsson. Álfheiður Björk, ég elska þig. Hvað sem þú kannt að segja við því. Ég veit annars veit ást þín að fær. Hvað get ég gert? Hvað get ég sagt? Hvað get
Ég elska þig, líf mitt einskis, virði án þig. Segðu að þú sért mín alla tíð. Álfheiður Björk, ég eftir þér bíð. Þú mátt ekki láta þennan dóna, þennan vindir af korona, glepja þig. Þú mátt ekki falla í hans hendur, oft á kvöldum og sendur, og hlusta á mig, því ég elska þig, Álfheiður Björk. Því ég elska þig, Álfheiður Björk. Niðurstaða kvöldsins liggur þá fyrir og þið hafið heyrt lag kvöldsins, landslagið 1990. Þið hafið séð útsendingu hérðan frá Hótel Íslandi þar sem tugir manna hafa lagt á sig mikla vinnu til þess að gera kvöldið sem eftirminnilegast og það gera þeir að nýju að ári. Ég vil fyrir hönd aðstandenda keppninnar þakka öllum sem þátt tóku og hvetja þá til þess að gera það að nýju og svo auðvitað þið sem heyrið lítinn lagstúf hljóma í höfðinu. Hver veit, þetta gæti orðið landslagið 1991. Ég þakka fyrir.
sagt. Má ég því keyra heim, láttu heyra, setja plötu á.